Markúsarkostnendana fyrir að lega mig að halda þetta. Þannig að nú ég ætla að taka beint í þetta. Sko, ég hef að taka eftir því að náttúrulega sko, börn alltaf að fara að fæðast, fatta mannkinn, það eðlilegt. En, og já, sko, ég teki eftir því, núna þegar við að skýra börn, þá ekki svo að sé, þú veist, það alltaf, sko, fólk hefur ekki í huga lengur, það ekki bara að skýra börn, þetta börn sem er fullorðnu fólki. Og stundum þetta valla að vera að skýra börn lengur, þetta svo að skýra einhverja Star Wars karaktera. Og sko, ég vil meina að ég hef fengið, sko, gjörólíka meðferð við þetta, því að, sko, fyrir ykkur sem veit ekki, þetta er þess að Hallgrímur, sem er mjög gamalt og mjög íslenskt nafn. Og já, ég sé svo mikið fyrir mér, þannig að þið kannski, þú veist, hefur verið að skýra mig. Þannig að, þú veist, presturinn hafi spurt móður mína, hvað barnið heita? Já, Hallgrímur. Shit, þessi hefur sagt stöður. Og þetta er ekki einu sinni eitthvað svona íslensku nöfnum sem hefur eitthvað svona töff, þú veist, enska beinþýðingu, þú veist. Ef maður heitir Guð eitthvað, þá er maður með Gar í nafninu sínu. Nei. Enska beinþýðingin að Hallgrímur er tiltett mask. Og þannig að, já, þá ef ég má kannski segja eins frá sjónum við, að ég spái hans í heimspeki. Og þið maður spauðið kannski hvernig heimspeki og heimspeki mín er svona. Það dótt á veggjónum. Hvað er þetta? Þú veist, í hvað tilgangi, þú veist, af hverju, þú veist, svona, já, setur svona járna himla, þú veist, er þetta nútímalist? Hefur þetta tilgang? Og hvað í ósköpunum myndi, þú veist, þetta á sér tilgang? Þú veist, maður spyr sig, er þetta kannski ofvaxið flugnanett? Og af hverju er ofvaxið flugnanett hérna, þú veist, var einhvern veginn í gamla daga vandamál að alltaf að henda busunum í veggina? Þú veist, það er eitthvað mamma að tala við krakka sinn eitthvað svona, já, hvernig er þetta upp á leiðarni? Er ekki fýtt matur hana? Heldur þú að ég þoði því bara? Og svo er líka, þú veist, sko, þannig að eitt svona koncept sem er ógeðslega óþægilegt, sem ég spara stundum í. Ímyndið ykkur að það væri sami frægt bake-up-lag ykkur. Þú veist, þurfa að hafa, þú veist, eitthvað svona situationship að raskatinn á ykkur eða þess að þú veist, ímyndið maður, þú veist, maður er í partí, maður njóta sín og Mr. Brightside byrjar að spila. Þetta er svona, ég hef ekki að fæna aðeins betur meðan Baldur Flowers. Og svo er líka mathallið einhver veginn farin að svona stjórna heiminum. Þú veist, bara bye bye Alþingi, núna er bara gróðurhúsið komið til þess að taka við. Og já, sko, það er einhver veginn, þú veist, maður getur varla keypt sér pulsu þessa dagana á þess að það sé walk-on og flatey pizza. Og það er eins og að sé líka einhverja gamla pönkljónsveit að semja nöfnin á sér réttum. Því að sko, á Flavor í Hveragerði, þá er þetta á sér hambúrgara sem heitir Good Chick kjúklingabúrgarinn. Og svo er þetta á sér annan sem heitir Hot Chick kjúklingabúrgarinn. Og ég veit ándjóks ekki hvort það er verða. Og þú veist, ég hvíli fyrir deginu þegar það var svona stóra matreiðslukeðjur fara að pikka upp á eitthvað svona. Að þú veist, ég myndi að með maður, ég myndi að segja, þú veist, fara kannski til Bandaríkjanna eða eitthvað og þú veist, það er svona að skoða matseðlinn og biðja MILF pounded hambúrgara. En það er nú jólin, þannig að það var smá jólagaman í þessu. Og sko, jólin hafa alltaf verið svona stór hluti af mínu lífi og ég vil meina að það sé þannig að því að mamma mín er prestur og Sko, mamma mín, hún sem það prestur og fyrir ykkur sem vita ekki, þá eru prestar basically atvinnu jólabörn. Og þú veist, og sko, og þetta er ekki bara mamma mín, þetta er basically öll fjölskylda mín því að sko, þú veist, þau eiga þá hefðu svona, þú veist, seint í september og snemma í október þegar ennþá allt kalt og ógeðslegt úti þá gera þau bara gott og svona, já, þau að horfa Love Actually og þú veist, ég lappi, þú veist, ég gómaði einu sinni þessu, þú veist, bara fram í stofu, fattaðu
Og já, þú veist, ég veit hvað að hugsa, Hallgrímur, ekki allt í standi heima hjá þér? Og svo en þú veist, maður finnst þetta að vera alveg, þú veist, bara galið, þangað til maður fattar. Þetta gott sem bara svipað lítið og IKEA byrjar að skeyta fyrir jólin. Og síðan hvað, þeir eitthvað að auglýsa að jólin byrji í IKEA, þannig að fyrir mig þetta eins og þessi milljarða króna fyrirtæki að ýta undir þetta brjálæði í fóruðum mínum. En þetta virkar sko ekki á mig, það var að kveikja minnst ást í tvisvarsinnum í þessari jólageit fyrir mitt þess að komst í jól. Ég er Hallgrímur Daðason, þið takk fyrir mig.